Komið sæl, kæru Píratar. Ég heiti Rannveig Ernudóttir og býð mig fram í 8. sæti Pírata fyrir prófkjör Pírata í Reykjavík. Í augnablikinu ég starfandi formaður framkvæmdaráðs og þar áður sinnti ég starfi ritara í framkvæmdaráði. Þar með hófst minn ferill innan Pírata. Það var að koma beint inn í framkvæmdaráð sem var rosalega stórt skref að taka á sínum tíma, en hefur verið eitthvert að mesta gæfuspor sem mér hefur látnast að taka við. Og mér langar til að halda því áfram að vera í einhverju stórum verkefni fyrir Pírata. Og þar af leiðandi sækist ég eftir þessu 8. sæti af því að ég tel að ég búi yfir ákveðnum eiginleikum og hæfileikum sem muni nýtast á þeim stað. Og það er kannski helst að nefna hlutir eins og þátttökustjórnun, samkennd, tilbúin til að læra mistökum, og ég er ófeimin við að viðurkenna ef ég þekki ekki eða skil ekki eitthvað eða kann það ekki, og þá bara leita ég í þann brunn sem ég hef í kringum mig. Mín helstu áherslumál eru stytting vinnuvikunnar og ég líti eiginlega á það sem mjög stórt atriði fyrir öll önnur málefni hjá okkur. Af því að ef við erum útkeyrð þá getum við ekki unnið við það sem við ætlum að gera, hvar svo sem það er. Þetta er svolítið eins og súrefnisgríman sem við verðum að setja fyrst á okkur áður en við setjum hann á börnin. Málefni eldri borgara, þau líka brenna alveg mjög djúpt hjá mér. Ég er starfandi sem tómstundafræðingur með yfirumsjón yfir vinnustofu og félagsstarfi eldri borgara hérna í Reykjavík. Og ég hef séð hvernig félagsstarfi var og hvernig það er í dag. Og ég veit alveg nákvæmlega hvað þarf að gerast til þess að þetta verði aftur gæfuríkt starf. Og ég heyri líka hvaða áhyggjur eldri borgarar hafa og hvaða er sem þarf að gera fyrir þá. Þannig ég er mikil talsmanneskja fyrir bættum kjörum eldri borgara. Ég veit mjög mikinn áhuga á umhverfismálum og bara vil að við setjum bara markið hátt og stefnum á að vera plastlaus borg, bara sem fyrst. Og málefni ungmenna, sérstaklega varðandi framhaldsnám. Nú var þessi fína arfleið sem Nýtt-Líf skildi eftir sig að stytta námið 1 ár. Á sama tíma erum við með ungmenni þar sem er mikið brottfall á námi og þar voru 640 nemendur á síðasta haustan sem fóru úr námi og það voru þetta 700 nemendur og þar voru 640 sirka sem fóru ekki út af einhverjum andlegum kvillum. Og ég staldra þarna við að hugsa hvað er það sem veldur því, og þá horfi ég til þess að þetta við ætlumst til þess að þau séu að starfa eða vinna með námi en á sama tíma búið að stytta námið þeirra. Ég tel ekki að þetta sé eðlilegt að setja því þessar aðstæður. Og ég veit að það til ýmis úrræði innan borgarinnar til að mæta þessum kröfum og við eigum bara að berjast fyrir þeim. Svo náttúrulega er það bara grunngildin okkar og Píratakóðinn sem við öll þekkjum og þið viti hvað er verið að tala um. Það náttúrulega brennur líka fyrir öllu saman. Og ég vona að þið bara séu til í þetta allt saman og viljið sjá mig með ykkur, helst í fararbroddi. Takk fyrir.